Núna í sensta fyrirlestunum ætla að venda hvað okkur kross og fara að skoða vefþjónustur. Við náttúrulega skoðum þær HTTP aðeins í lok senasta fyrirlesturs. Þannig núna höldum við áfram aðeins út frá því og þetta tengir síðan inn í hópverkefni 1 sem við ætlum að fara aðeins yfir, sem ég er að setja fyrir núna aðeins alveg 2 vikur fyrr en ég hef gert áður og það er ekki alveg fullmótað en hugmyndin er komin og ég var bara eftir að útbúa sínlausnina og skaffa ykkur gögnum að þess að þar. Hún mun snúast það að búa til vefþjónustu. Þannig að skoðum aðeins vefþjónustur ánum fyrir mig yfir það. En þetta er í raun frekar svona opið hugtak eins og vefforrit, að þá er vefþjónusta svona frekar bara svona, það er alls konar sem fellir undir innan hatt. En í grunninn er þetta að vera bara með einhverja 2 tölvur sem tala saman í raun sem tölvur, ekki sem manneskjur, þannig að þú ert í raun með vel skilgreint gagnaform og eitthvað sem að báða tölvur skilja. Og þetta er í raun bara alveg frá því að fyrstu tölvurnar voru tengdar saman, þá hefur verið til eitthvað sem að mætti kalla vefþjónustur. En W3C skilgreinir þetta sem vefþjónusta er hugbúnaðarkerfi, hana til að eiga samvirk samskipti, vél í vél yfir net og samvirk verandi íslenska orðið fyrir interoperable. Og interoperable er í raun þetta að geta tala saman, í raun að hafa það er eitt að geta tala saman, ég get tala við manneskju sem talar ekki íslensku en skilji við hvort annað, sem er síðan næsta, þetta er svona tvíþætt. Og það er þá þetta málskipunarsamvirkni eða syntactic interoperability. Við getum tala saman og skipta gögnum, en síðan er það semantic interoperability, að það er í raun einhver merking í samskiptunum okkar og merkingarbær samvirkni, að við getum túlkað gögnin og við vitum að þetta er í raun, við getum opnað TCP, við getum opnað HTTP samskipti á milli tveggja véla, en það er síðan önnur sendir JSON og hinn býst við XML og þú veist, það gengur ekkert. En þegar við vitum hvað er í gangi, þá getum við gert eitthvað geggjað. En þá koma aftur inn þessar HTTP aðgerðir og þá er það í raun, þá er það leiðin fyrir okkur til þess að tala saman yfir HTTP þegar við búið til vefþjónustur og það sér lagi þegar við búið til REST vefþjónustur. En þá erum við með þetta GET og HEAD sem við notum ekkert sérstaklega, en GET og POST, og þá erum við að nota GET til þess að fá eitthvað ákveðna auðlind, eitthvað resource, og POST til þess að senda eitthvað frá okkur. Þetta er þetta sem við skoðum í formanum í senstu viku, þetta eru þessar grunnaðgerðir. Síðan erum við með PUT sem er aðgerð sem við getum ekki búið til með formi. Þá erum við semantíkin í henni er þú að við erum að taka einhver gögn, einhverja auðlind, einhverja requestu, einhvern resource og búið til request sem segir taktu þetta og geymdu það hérna. Það sem það er eitthvað annað til og ef hún er til þá skaltu uppfæra hana. Og delete er þá í raun aðgerð til að segja eyddu því sem er á þessari slóð. Pats er uppfærðu en aðeins hluta. Ég sá það stafsetningarvilla í nafninu. Uppfærðu bara nafnið en skildu allar aðrar upplýsingar eftir. Svo er eitthvað debug hérna og options. Options er notað til að athuga hvað er í boði. Við reynum ekki að gera pútaðgerð. Við spyrjum fyrst, má ég gera pútaðgerð? Svo framkvæmum við það. En síðan er í raun þetta öryggi aðgerða. Ég nefndi það aðeins áðan hana. Að við getum kallað í eitthvað og það á ekki að breyta neitt í stöðu. Man ekki hvort það tölum í senstu viku líka. En þá er það, ég get beðið endalaust forsíðuna á einhverju vef og þá á ekki að gera neitt breytingu. En ef ég hins vegar kalli delete eða put, þá er ég að fara að breyta einhverjum upplýsingum. Ég er að fara að eyða einhverju, ég er að fara að uppfæra eitthvað. Ég er að fara að búa til eitthvað nýtt. Og þá það þarf að koma fram með þessar aðgerðir á mismunandi hátt. Af því að, þú veist, að eyða einhverju, þá náttúrulega kemur inn í bara öryggismál og allt þetta má ég og auðkynning og allt þetta. Og svo er hitt sem að við þurfum að spá í, er þetta item potency, sem er í raun aðgerðir sem að má framkvæma enn sinnum en í raun hafa bara áhrif einu sinni. Þannig ég get eytt einhverju endalaust oft, en í raun það mun bara eyða eftir fyrsta skipti, en síðan í framhaldinu í raun gerist ekkert. Ég get reynt að eyða einhverju en það er eitt og þú veist, það gerist ekkert. En ólíkt því eru til dæmis
post sem að munurinn alltaf búa til eitthvað nýtt í hvert skipti sem ég framkvæmi þessa aðgerð. Og þá þetta í raun þetta öryggi aðgerða eða safe methods og svo idempotent methods sem koma aðeins inn í þetta að skoða þetta þessar vefþjónustur. Og síðan get og head eru idempotent og þannig að ég get sótt eitthvað endalaust, þá bæði örugg og idempotent, ég get sótt eitthvað endalaust, það breytir einhverju stöðu og ég ætti alltaf að fá sömu gögnin tilbaka. Og það út af því að HTTP er stöðulaus prótókoll og hann er stöðulaus sem þýðir að það er engin krafa í HTTP staðlinum það að einhverju upplýsingar séu geymdar á milli tveggja fyrirspurna. Þannig serverinn gleymir öllu frá því að fyrsta fyrirspurning kemur þá til næsta fyrirspurning kemur. Þannig við þurfum það er einhverju leiðir sem við þurfum að taka þarna til þess að muna hver notandinn er sem við skoðum síðan í næstu viku með auðkýringuna. En síðan erum við með þessa stöðukóða og ég ætlum ekki að stoppa neitt við þá en það eru bara þessir 5 flokkar sem eru og við fyrir núna þegar við förum að búa til vefþjónustur fara þeir að vera merkingabærni þeirra fyrir að verða skipta okkur máli. Það eru 200, 300, 400 og svo 500 kóðar og við munum bara vísa í þá og þið munum nota þá þegar við erum að útfæra vefþjónustur. En vefþjónustur skiptast í nokkra flokka og við höfum séð margar í gegnum tíðina. RPC, Remote Procedure Call, voru svona fyrstu þar sem við vorum bara vastilega framkvæma kall í fall á einhverjum öðrum þjón. Síðan fengum við SOAP, þar sem við varum að nota XML og það er rosa svona verbose í kringu það. Það er fullt af aukastöðlum, þannig að þú ert að senda kannski eitt skeyti með einu gagnatægi og það eru kannski kilobæta af einhverjum auka headerum og auka XML-hlutum og allt. Og síðan er það REST sem tók við fyrir svona 10-15 árum. Ekki svona 10 árum kannski. Skilgreint fyrir 20 árum var það svona almennt fyrir svona 10 árum örugglega. En REST stendur fyrir Representational State Transfer og er skilgreint í doktorsritgerð sem Roy Fielding gerði árið 2000. Og þetta er í raun ekki útfærsla, þetta er ekki svona prescriptive útfærslur á einhverju ákveðnu, heldur er þetta svona arkitektúrastíll, þetta er svona hönnunar útfærsla. Og einblíðin á það að við erum með einhverjar einingar, eða auðlindir og við erum með einhverju samskipti á milli þeirra og svo erum við með einhverjar takmarkanir á þessu og þannig er skilgreinum við REST. Og þessar takmarkanir eru 6 og það er client server, að það er eitthvað samræmt viðmót sem aðskilur clientinn og serverinn. Við erum með stöðulaust, það er engin staða sem er geymd á milli beiðna og þetta er cacheable sem þýðir að það má geyma afrita svari og svörin verða að segja til hvað má gera, má geyma mitt svar. Það má alls ekki geyma þetta svar verður bara orðið úrelt eftir sekúndu. Þetta svar mun ekki breytast í 10 ár, það má geyma bara eilífu. Það er lagskipt kerfi, þannig að ég get verið með client sem er að tengjast einhverjum server og það geti í raun verið bara einhver milliliður, einhver proxy sem er á milli í raun þess sem sækir gögnin og það skiptir mig sem client einhver máli hvað er þarna milli. Síðan kemur svona eitthvað skrítið svona kóði eftir þörfum. Server getur sent kóða til þess að enhansa virkni og svo að lokum samræmt viðmót. Að það er í raun einhver grunnurinn á hönnun og REST-þjónustu og þetta er í raun einföld viðmót og aðskilur arkitekturinn þannig að clientinn og serverinn geta vaxið óháð hvort öðrum. Þannig að ég get bætt við einhverju servernum og þá ekki hafa neina áhrif á client sem að kunna tengjast mér. Svo lengi sem að ég viðheld fyrir kontraktum að ég get í raun, það getur eitthvað bætst við og það bætist bara við og ég sem client get einhvern veginn komist að því og unnið mig í gegnum það og fengið fleiri gögn, fleiri aðgerðir en ég þarf ekki að vita í raun allan heiminn í hvert skipti sem að ég nota þessa þjónustu. Og þetta samræma viðmót er þá þannig að við auðkennum einhvern veginn auðlindir og við fáum auðlindina
og við fáum ekki auðlindina sjálfa, heldur fáum við einhverja framsetningu á henni. Þannig að við erum með einhverja vefþjónustu sem að biður að fá vöru eða notanda eða eitthvað og við fáum í raun framsetningu á vörunni eða notandanum í því formi sem við erum að nota í samskiptunum, hvort sem það er JSON sem er mest notað í dag eða XML sem við notað í byrjun. Og þá í raun einhvern veginn búið að setja framsetningu á notandanum í JSON, þannig að þetta er JSON hlutur, JSON hluturinn er með property name og það er nafnið á notandanum, hann er með authentication eða authorizations, það er fylki af einhverju sem er í raun framsetning á auðkenningar skemanum sem við erum að nota og svo framvegis, þannig að það er í raun eitthvað, þetta er framsetning sem er hægt að nota af klientum og er send frá serverinn. Og síðan ef það kemur eitthvað upp eða það er einhver aðgerð sem það að gera, þá eiga skilaboðin að vera sjálflýsandi. Þannig að við höfum alltaf að geta unnið út frá skilaboðinu sem við fáum ef við geta haldið áfram. Þannig að við höfum að geta fengið svar frá servernum sem við höfum að geta nota til þess að halda áfram. Hvort sem það er að framkvæma einhverja aðgerð eða sækja einhver frekari gögn, en við höfum alltaf að serverinn á að gefa okkur þær upplýsingar sem við þurfum til þess að halda áfram. Og síðan sem client þá getum við unnið áfram með þessu auðlindir í gegnum framsetninguna. Þannig ég veit að notandinn kemur hérna með JSON hlutu með name property sem að ég get breytt og sagt þetta er nýja nafnið og svo get ég framkvæmt hérna, ég veit að ég á að senda gögnin á þessa þarna slóð til þess að uppfara og þá get ég uppfært gögnin og haldið áfram og gert eitthvað. Og síðan höfum við HTOS en það stendur fyrir Hypermedia as the Engine of Application State. Og þá þetta að fara alla leið með þetta að ég ætti að geta gefið þér endapunkt á vefþjónustunum mína og þú ætti þá í gegnum þann endapunkt að geta gert allar aðgerðir sem er í boði á þjónustunni og hún ætti að vera að skaffa allar þær upplýsingar sem þarf til þess að geta gert það. Og þetta er svona mjög ideal state, þetta er svona alveg rosalega svona bara kórrétt útfærsla af REST á að keyra svona áfram. Þá notar þetta Hypermedia sem þá bara eins og nota hyperlinks eða hypertext að við erum að fá tengla og upplýsingar og við breytum síðan stöðu með því að elta þessa tengla og gera og græða í gegnum það. Og þarna til eitthvað Hypertext Application Language sem svona lauslegu staðal sem að skilgreinir hvernig þetta er gert. Og þá það til dæmis svona að ég get verið með links sem segir þetta er linkurinn á mig á síðunum sem þú ert á eða á auðlindinu sem þú ert á og svo getur þú verið með next sem segir þetta er næsta auðlind í listanum eða previous eða index, þetta er til að sjá allar auðlindirnar og í raun allar þar aðgerðir sem maður mætti gera, í raun allar stöðubreytingar, þannig að við hugsaum þetta sem stöðuvél þar sem ég að fara úr einhverju ákveðnu stöðu, ég á forsíðunni, ég vil fá upplýsingar alla notendur, þá get ég farið hérna í users og það eitthvað href, eitthvað slóða á það, ég fylgi því og ég get gert eitthvað þar. Ég get síðan uppfært notenda eða ég get búið til nýjan notenda, þá get ég postað á þetta hérna. Og hérna get ég verið með í raun eitthvað embedded gögn, þannig ég get verið með eitthvað author og það eitthvað ID og ég get í raun síðan vísað í þetta í gögnunum sem ég með. En þetta þessi doktorsritgerð var í raun að vinna þessa hugmyndafræði út frá HTTP, út frá vefnum og þá í raun vefurinn, við getum hugsað þetta vefurinn og HTOS ég opna einhvern vef og ég sé í gegnum HTML og CSS sé ég allt sem í boði, ég sé alla linkana, ég klikka hér til að sjá upplýsingar þetta og ég sé upplýsingar, já þetta eru hérna vörur, ég ít á vörunni, ég sé upplýsingar vöruna sjálfa, ég með takka sem segir bæti í körfu, ég ít á það framkvæmt post aðgerð á einhvern kart endapunkt sem bætir þessu körfu og þannig erum við að keyra áfram í raun þessar stöðubreytingar sem ég að skoða og lesa gögn eða ég að bæta einhverju við og eiga við gera eitthvað í gegnum HTTP. Og HTTP skilgreinir þetta allt, þetta caching-leiðir, þessar auðkenningar og þetta content negotiation sem er svona, fyrir dýbra í þetta. Þetta í raun það sem við notum þá þegar við erum að búa til þessar REST þjónustur, við notum URL fyrir auðlindirnar okkar, þannig að það eru nafnorðin. Þannig að þegar ég vil fá einhvern notanda þá notandi hérna /users/1. Það notandinn sem við erum að vinna með, eða það einingin. Við erum með þessar content types sem við höfum séð hérna application
JSON eða text HTML, þá erum við í raun að segja hvernig erum við framsetningin á auðlindunum okkar. Þannig að við segjum hérna content type application JSON, þá er ég að fara að taka við upplýsingum notandan sem er á þessu urli í JSON skjali, og síðan ætla ég ætla að gera get aðgerð, þá fæ ég notandan. Ég ætla að gera put aðgerð, þá uppfæri ég notandan. Ég ætla að nota patch aðgerð, þá patcha ég part af notandanum, og þannig í raun get ég framkvæmt aðgerðir í gegnum þessar vefþjónustur. En út af því að REST skilgreindi ekki einhverja útfærslu sem að fólk gæti bara sagt, ok, þetta er filosófískt afskaplega áhugavert og þetta ræða alveg í hörgul, en hvernig við nota þetta? Já, bara fylgdu filosófínu og bara hvernig líður þér? Þá var þetta alls konar, það voru alls konar útfærslur á REST og fólk lagði ólíkar meiningar og merkingar í ákveðna parta af þessu, og þetta varði ekkert svona, alvöru REST er eitthvað sem að fólk var svona, þetta er bara svona, þetta er eitthvað upp á fjallinu, sko, sem þú nærið ekki, þetta er ekki, enlightenment, þú nærið þessu aldrei, þú ert alltaf að reyna að ná þessu. Og núna er þetta meira svona inspired by REST, og þá er þetta oft kallað RESTful, þannig að við erum að tala ég er með RESTful þjónustu, og þá þýðir það að við notum JSON, við notum HTTP aðgerðir, við notum stöðukóða, og svo er annars svona bara svona, við finnum út úr því, en þetta er svona grunnurinn. Að þetta correct REST er bara fáránlega flókið. Og þá náttúrulega það sem var þegar þetta byrjaði var það að fólk var rosa svona æst yfir því að bara komast úr því þar sem var allt bara humongous XML skjöl, allt rosalega stórt og mikið og flókið, yfir í þennan ætlaða einfaldleika sem REST bauð upp á. Þannig að þegar við erum að fara að búa til þessar vefþjónustur okkar, þá svona, það er filosófa hérna bakvið sem við getum skoðað og er afskaplega bara svona architecturally, bara eitt stærsta kerfi sem við erum búið til með vefnum í gegnum HTTP. Hvernig er þetta allt saman að virka saman, hvernig er þetta fólk sem er búið að vera að þróa þennan spekk núna í mörg ár, hvernig er þetta hugsað. En við ætlum bara að vera mjög praktísk í okkar verkefnum. Og þessi galla sem síðan kom í ljós er í raun bara að þetta er flókið og manneskja A og manneskja B túlkar REST ekki á sama hátt. Lítið af stöðluðum tólum, þannig að það var ekkert að sækja bara eitthvað REST-serverinn eða REST-klientinn og það myndi bara útfæra þetta. Þetta er bara of heimspekilegt og ekki nógu praktískt. Og svo eru takmarkanir á HTTP bara yfir höfuð. Þetta eru bara ákveðið margir stöðukóðar og ákveðið margar aðgerðir og það næri ekki yfir alla núansana sem er í öllum þessum kerfum sem við viljum gera. Þannig að þá fer fólk að nýta við þetta, þá er þetta að vera enn óstaðlaðara, enn svona öðruvísi og bara, já, vesen. Og svo er það þannig að við erum með þessar notendur alla saman. Þú þarfst að sækja get á þessa slóð sem fá upplýsingar um notandann, get á þetta artikul til þess að fá upplýsingar um artikulið. En hvað ef ég vil fá bara senastu 10 artikuls og ég vil fá titilinn og myndina? Bara, já, nei, sorry, þú eru bara að sækja 10 request á artikulun til þess að fá þessu upplýsingar. Það er bara þannig. Og þá er maður að gera rosalega mörg köll til þess að fá öll þessu gögn, og svo erum við oft bara að fá of mikið af upplýsingum. Við vildum bara fá titilinn og myndina, en come on, við erum að fá alla greinina, allan höfundinn, allan upplýsingar um höfundinn einhvern veginn, og við erum með megabæt af gögnum, en við þurftum kilobæt, og bara getum við ekki einhvern veginn gert þetta öðruvísi. Og það er í raun síðan næsta og svona svo vefþjónustu heimurinn sem við lifum í núna og við munum skoða þessi í framhaldinu er GraphQL sem að leysir í raun þessi mjög specifíkli þessi vandamál. Það er í raun staðall sem er vel skilgreindur, þannig að þú getur í raun bara farið og séð svona útfærður GraphQL, svona lítur þetta út, svona haga klientið sér, svona haga serverið sér. Þú getur gert eitt request sem sækir í raun alls konar, marga resursa, og þú getur í raun farið og búið bara til mjög mikið af þessu. Og þar af leiðandi eftir að fá í raun pikka út bara nákvæmlega upplýsingar sem þú þarft, sem er mjög næs. En REST og Express, að við getum í raun sendt frá okkur JSON með því að nota bara í staðan fyrir res render eða res send, þá sendum við bara res JSON, þá getum við bara sendt JSON representation af gögnunum okkar, og við getum þá nota þennan body parser middleware sem er þá eins og JSON body parser, eins og body parser fyrir formin, og þá getum við nota þetta og þá getur notandi eða client sendt okkur JSON
þegar við gerum þessu post en ekki bara hérna URL encoded, HTTP, bla 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 eins og við skoðum í senastu viku. Þetta er bara sendt JSON og þá segir klientinn server, ég er að senda þér hérna application JSON, hérna er payloadið sem er JSON og þá getum við sérst í hérna vefþjónunum okkar, í servernum okkar, tekið við gögnunum og túlka þau. Þannig að við getum tekið við JSON og skila okkur JSON, þannig að þá erum við í rauninni að eiga samskipti sem eru bara byggð á þessu JSON. En síðan ef við ætlum samt að nota skráa upload þá eru þau ennþá svona út fyrir svega og flókin og við þurfum ennþá að nota eitthvað svo múlter. En þannig að ef við notum get þá getum við í raun bara útfært þetta hérna að við finnum eitthvað þá skilum við 200 OK, ef við finnum ekki eitthvað þá skilum við 404 not found. Svo er þetta mikið patterna að við sækjum eitthvað /items þá fáum við fylki af hlutunum og svo sækjum við items ID til að fá staka hérna, fæslu. Þannig að þá er þetta hérna, eitthvað svar ef við segjum get eitthvað og svo segjum við get 1 og þá fáum við stakið. En ég ætla bara að renna í gegnum og taka síðan okkur dæmi í Express upp á tíma. Og síðan er post, þá erum við að búa til nýja fæslu og ef það er lögleg fæsla þá er til statuskóðin 201 sem stýrir created, þannig að það var til einhver fæsla og þá getum við skila fæslunni eða haft tómt body, yfirleitt skilum við fæslunni sem var til. Og ef fæslan er ekki lögleg, þannig að ég hérna sendi inn name og e-mail og það er bæði tómt en þá bæði að vera skilgreind eins og með validation sem við vorum að skoða í senastu viku, að þá skilum við bad request og síðan upplýsingum það hvað er að. Þegar munum rest svona skilgreinir, við erum að fá alltaf þær upplýsingar sem við þurfum til þess að við getum í raun brugðist við og þá þurfum við að lista upp. Þú sendir nafnið var ólöglegt eða nafnið var ekki fyllt út, þá er það fyllt út, minnst gerðu það og sendir tilbaka. Og þá er þetta hérna almenna hérna bad request, þetta er svona dæmi svona status code sem er svona svolítið vague, svolítið svona catch all fyrir allt. Síðan þurfum við að passa upp á þessar JSON-villur frá notanda og þá hérna þurfum við að setja upp svona sérstaka meðhöndlun í hérna villumeðhöndlunarlaginu okkar í Express. Og þá er það sérlega eitthvað svona. Það segir bara ef við erum með villu og hérna kemur svona svolítið exotískur JavaScript syntax en er instance of syntax error. Þannig að syntax error er í raun sértækt tilvika af error hlutnum. Þannig ef þetta er syntax error hlutur og það er statusin er 400 og það er body í error, að þá vitum við að þetta var í raun villa sem að kasta þegar það var verið að búa til reynt að túlka ólöglegt JSON. Þannig að þá segir við í raun ekki 500 villa, sem við myndum að segja, að þetta er ekki okkur að kenna, þetta er klientum að kenna þegar klientur senda okkur ólöglegt skilaboð. Svo er þetta að setja upp not found handlurinn okkar, verði fyrir 404 villur. Svo erum við put sem lefur okkur að uppfæra. Og þá fylgir þetta sama, er bara svona blanda af get og post logikinu sem við vorum að tala um. Sama fyrir paths nema það verður flóknara af því að það er bara hluti af gögnunum er uppfærður. Þannig að við þurfum að vita nákvæmlega hvað við erum að uppfæra og við þurfum að eiga við hlutin þannig og þá ætlum við sem við erum að geima þessi gögn í gagngrunni, þá verður query okkar þessu uppfæra gagngrunni frekar hérna vesen. Og síðan höfum við delete sem að eyðir færslunum. Þannig að þarna erum við í raun komið með þessar grunn aðgerðir sem við getum keyrt á Express. Þannig að við erum fljót núna þegar planið mitt var að fara þessi yfir hópverkefni 1 en ekki í þaula þegar ég vill í raun að ég byrjaði þess að hugsa það áður en tökum það smá. Nú er ég líka orðin dasaður hérna. Þannig að við byrjum bara á í hérna get dæminu. Þannig að ég er hérna með, nú er ég hérna í Firefox og ég fæ JSON svona, en þetta er það sem hafa skilað frá servernum. Þannig að við skoðum það hérna, þá er það þannig að ég er með þessi gögn hér og við sjáum þessi gögn hér er bara nákvæmlega það sem er að koma hér. Þannig að ég er bara að segja hérna, þegar ég sækist rótina, þá er ég að skila JSON-inu sem er bara nákvæmlega þessi gögn. Síðan er ég með hérna þessi dýnamísku, þessi rec params, sem rec params er þessi svona útfærsla í Express sem leyfir okkur að
fá upplýsingar úr slóðinni hérna. Þannig ég segi hérna eitthvað sem heitir tvíbúndur.id. Express mun sjá um það að taka það, setja það í hann rec paramslut og leyfa okkur að ná í gagnið sem var sótt. Þannig ég get sótt hérna /1 sem þýðir þá að ég fæ nákvæmlega ID með 1 og þá er ég að leita því hérna. En svo byrja ég 10 og þá fæ ég 404 not found, hann kemur ekki fram hérna en trúið mér, hann kemur 404 hérna. Og svo erum við með not found handlir hérna, þannig ef ég fer í eitthvað sem er þú veist /10 bla bla bla, þá fer það í raun ekki inn í þetta, heldur fer það í not found handlirinn okkar og hann skila því. Síðan þegar við ætlum að búa til gögn, þá erum við með sem sagt, post og þá er hérna, það er bara ennþá til eitt item, en núna þurfum við að fara yfir það að nota eitthvað eins og curl eða postman til þess að hérna, búa til þessi. Þannig að núna verkefni eða tóli sem þeir eru að fara að nota mest í hópverkefninu er postman og þið eitthvað sem hafið ekki gaman af CSS, þá er þetta, þið getið hoppað hæð ykkar í loft upp, af því að þegar við erum að vinna með vefþjónustur, þá erum við ekki að vinna með neitt af útlit. Allt útlitið okkar er í raun, hérna er ég að vinna í verkefninu, ó guð, bara eitthvað, hleyptu mér út, lefum við bara að búa til. Þannig að við erum bara að vinna með gögn, við erum ekkert að vinna með útlit, við erum bara að vinna með gögn og representation af þeim. Þannig að þetta verður allt bara mjög svona logískt. Þannig að núna er ég með hérna localhost 3000, ég getta það, ég fæ hérna gögnin tilbaka, þá sjáum við hérna statusin hérna uppi, þannig að postman er gert til þess að vinna með vefþjónustur. Og ég ætla að posta núna hérna á þetta og nú fæ ég hérna villu, title must be a non-empty string og þá sjáum við hér að við erum í raun með validation hérna. Þegar ég posta á þetta, þá reyni ég að fá þetta úr body og þá er body hérna túlkað í gegnum express.json handlerinn. Svo þýðir þá að ég fer hérna í body, ég fer hérna í raw, ég segi json og nú get ég skrifað inn json hérna, title, foo og nú get ég sendt þessi gögn yfir á serverinn og serverinn segir hérna nice, 201 created. Þetta er það sem var til. Þannig ef við fyrir núna aftur hérna yfir í Firefox og reloadum hér, þá var til annað item hér. Þannig þannig erum við að posta til þess að búa eitthvað til. Svo förum við í put, tökum það og svo getið skoða hindæmin share. Þá erum við með þetta hérna og nú getið við uppfært. Þá er það þannig að ég get farið hérna og ég get valið put aðgerðina hérna. Ég get sagt, ég ætla að putta á item nr. 1 og þá sjáum við hérna, ok, nú sé ég þetta representation á gögnunum. Ég ætla bara að gera það fyrir ef ég putta með title foo og name hérna, þá bara uppfæri ég þetta. Title foo, name, bar og 200 ok, þetta virkaði, þannig núna reloadaði ég hér og ég breytti fyrstu fæslunni. Þannig ég uppfærði það með því að putta nýja fæslu yfir hana. Ef ég reyni að gera þetta hérna á eitthvað 10, þá fæ ég bara eitthvað villu, not found. Þannig að þannig er þetta ekki til. Þannig hérna er þessi dæmi fyrir þetta og við munum í raun halda áfram núna í næstu viku meðfram því að gera aukenninguna að í raun smíða svona út frá þessum svona grunneiningum sem við erum að nota núna að skrifa vefþjónustur. Þó sérstaklega RESTful vefþjónustur.